Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudagum fylgir að Sýnir Egilssyni hér á Samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristinn Hrafnsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Við erum öll velkomin. Takk fyrir. Það Evrópusamtið, ekki að byrja þetta svolítið þar. Hvað segir þið? Er þetta ekki frumlegt upp? Mér finnst þetta óbúslega djarft. Já. Skella sér bara inn í djúpalaugina og setja þetta mál á dagskrá. Maður finnur hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í lauginni, sko. Þetta er spurning kannski svona, álagi á bara samfélagið. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðis. En hvað segið þið hérna? Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk er bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvinn hérna í Reykjavík. Ekki jafnsnögt. Þetta kemur og fer og síðan bara tökumst við á við það veruleika sem að eftir stendur þegar að fólki er búið að gera upp húsin. En það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann Sjálfstæðisflokksins og svona nýjungi lýðræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýðræðislegum aðferðum við það að greiða úr ágreiningsefnum. Þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála. Er það ekki? Ég gæti ekki skilja öðru. Það væri léttara? Já, þetta var að þjóðin var í klofin í herða niður en og eiginlega bara svona dálítið, þótti einkennilega. Ég hef allir ekki séð það, ég hef ekki séð Vígvöllin hérna úti og allir frekar pollrólegir í mínu umhverju að minnsta kosti. En auðvitað er þetta samt svona kannski dæmi vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræðu dálítið mikið verið að þetta færist svolítið yfir í þetta. Þetta liggur við svona 50-50 meira eða minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað. Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að verður svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kosning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu. Ég spila stundum golf og það er þetta aldrei nefnt, aldrei, fólk bara nefnir þetta ekki. Það er ekki vettfangur til þess og sem, Vitandi að það geti leist upp, hvað kallir þetta, holl? Já, og heiðilegt. Nei, en það er bara svona fólk verður kannski aðeins að gá að því áður en að byrja, hvað það er statt og svona. Hvernig er á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn? Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast, það eru svo margir sem eru bara spyrjandi og vilja bara svör og það eru þetta mjög margar spurningar þess eðlis að þetta er ekki eins og starffræðiformúla, þú getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona. Þetta eru alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að Hag Íslands er best borgið. En mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þau vilji inn í Evrópusambandið eða tala allavega ekki það upphátt, að þá finnist þeim meðlilegt að svona allavega að fara í samningaviðræðurnar og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufullir að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer. En að því ég held að sé bara margir þetta er svo ótrúlega víðfemt. Þetta er svo margir málaflokkar undir að og bara, við byrjum bara á innan BSRB að vera með fræðslu hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið er nánast engin. Þau eru þegar búin að innleiða allt saman og það er undir EES-samningnum. En hefur þú gefið upp þínu afstöðu? Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég myndi segja já núna í lok mánaðarins og mér finnst leitt þegar það er í fjölmiðlum svona því ég haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina, það er nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSRB. En nú eru þau gagnrýnin svolítið, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir að hafa tekið svona afgerandi afstöðu. Já. Ég held að, alveg svo, og ég var líka að hugsa bara, að þú talar með svo sundrungu, alþingiskostningarnar, sveitarstjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og eru við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og
og það er svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo þegar maður fer einhver staðar, hvort sem það sundið eða vinnustaðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning. Þannig að ég heldur bara að þögli meirihlutin sem meira bara svona... Það er því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkur. Já, en þú myndir samt að það er ekkert endilega verið að leita eftir afstöðu fólks, það er svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko. Þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður, af því þú getur ekki svara með en helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu felast sko. En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það er bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir Gunnar Smári, ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta er komið til að vera í vola hræddum. Já, við verðum að, kannski er þetta svo eins og Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annarra skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að vinna gegn samvisku sinni og það er svona ásakanir sem er í gangi kannski á 15% öðrum megin og 15% hinn megin. Þetta er svolítið áberandi í umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta, ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort þetta sé samfélagsmiðlarnir, mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona. Að þá hafi verið í kaldastríðinu, hafi verið að talað að hinn hópurinn væri landráðafólk. Alveg eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því. Þannig að sumuleyti þá hefur kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp þennan tón í umræðinni. Kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að það var tímabil þar sem var látið eins og allir væru sammála allt svona kannski frá falli Sovétríkjanna fram að hruni. Það var svona tími þar sem voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó. En það er rétt að þessi Diggubarki var alltaf verið en hann er náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hefur svona víðara birtingaform. Þannig að allt annað heldur það sem er leitt fjúka í tveggjamatali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum. En þarna er þetta breiðara hópur sem að tjá sig, gera það oft á tíðum mjög óvægið. En ég held að það sé minnhluti einhver síður. Ég held að það sé jaðar element. Og ég hef engar sérstakar áhyggjur af því. Ég held að þetta muni fjara út. Mér finnst eins og mér að segja að på síðkasti sé einhvern veginn að það dala þessi harðtónn og svona, hvað var að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfelldur tónn sem hefur farið langt út fyrir mörg. Kannski er það bara með svona kurteisi í kringum mig, ég veit það ekki. En mér finnst bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér finnst eiginlega, ég átti mjög skemmtilegum skoðanaskipti við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neyðsinni og hann tók afstöðuna á grundvelli þess aðalega að ef við gengum erfiðu sambandið að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum. Og síðan ég fannst það svo fornilegt að ég fór að skoða þetta með honum og fór að fletta upp fuglatilskipun Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjöf og þetta var bara heillandi vettvangur. Það er nákvæmlega sem ég saknaði þess að sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum. Ég var ná að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sérblað, nauðstygt sem ég verið að móða úr með svona efnisatriðum, en auðvitað á þetta vera bara afslöpu umræða, ósammála fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sér afstöðu að þeir, nei, ESB mun banna okkur að síga í björg til að ná okkur í egg, hélt hann fram, náttúrulega, eins og staðan er, bara semjum þetta. Að þeir hagsmunir væru umfram á þeirra. Já, en fólk myndar sér bara, og frálst að gera það, myndir þau skoðan bara. Ég út á umhverfissjónarmiðum að í Evrópusambandinu mátti ekki vera að veiða fugla sem er í útrýmingarhættu. Já, nei, þetta er bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum
og það bara svona universal þarna inni, en síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið hvert ákveðnu fuglategund og þá það verið aðlað og eins og til að mynda, já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka að við getum ekki farið í greni og grísja refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér innan Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningum. Það var nú úlfur í Danmörku í fréttum vikunar, það var skotin á færi. Ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttufæri. En svo vel til, sko, þetta diskutur fram og tilbaka, einhvern veginn var svona nörd að blæra á þessu, hvað sem er skemmtilegt landsmóður, að sko, við erum partur af alþjóðasamningi, Bernarsamningur svo kallega, á þessu sviði, sem að leggur blátt bann við að skjóta og farga heimskautarefnum, okkar ref, nema við erum undan þá. Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á gremi og halda refastofninni skefjum. Algjörð smámál, en það fyrir ákveðið fólk skiptir þetta bara einhverju stóru máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir Möltu sem eru með sérákvæðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta og fengu undan þá. Þannig að þeir megi að skjóta lóuna og borðana. Sko ég nefnilega, þori ekki að halda þessu mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og Möltu og undan þá. Þú eru sjúkla fórhundinni frá því að sunnudeginum, googla þetta mál. Það verður að tjekka á þessu. Ég er vissum að margir sem horfa á okkur og hlusta sko að skipta skoðun á afstöðusinni til þess að við ekki fyrir svo djúpt í þetta og koma upp nýju fletir hérna í hókur. Við erum alltaf bara að tala mál hérna. Kjarnamálsins. En svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samengi að svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðildarviðræður eða ekki. Að vissu leyti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikil hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og þetta er þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt. Með fullveldi líka, þú veist það er svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða... En það ekki sólít afstæða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samningaviðræður við ESB, þeir eru ættum að vera að sinna einhverju allt öðru, lítið stjórnkerfi og þetta er alveg sólít afstæða að vera á móti að það að setja þetta á dagskrá núna séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkisstjórnina þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir 2 árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það er sólít afstæða Svo er svona hvaða líf eftir í EES-samningnum það nú svona það sem frá Nóri að það sé nú ekki mikið Ef við tölum með umræðina, það er eitt sem að fer alveg óbúslegt á að mér sem þegar ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið, fullveldisafsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett. Þetta sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópurétt og annað. Það er eins og þetta hafi ekki verið að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og að gerast bara á þess að sé nokkur rætt og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli. Hún virðist vera svo skekkt þess að fólki sé grein fyrir því. Og það er ég veit ekki hvaða það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndið sig á stöðu að við höfum ekki afsalið einu en einu með samningnum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem yrði leiðréttur með þá að fá einhverja ákveðna aðild ákveðnatökuferlinu það er ákveðin rök en þetta finnst mér með ólíkindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöðu við Evrópusambandið er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum Evrópsku efnahagsvæði þannig að allt þetta á menn bara að segja við ættum að slíta þessu öllu. Þetta áraumlega mjög við miðflokkinn og alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunverulega að tala gegn EES-samningum
Já, varaformaðurinn gerði það nú svona óvart ef hann nú svona beðin að skrúa þess neyri því eins og munið eftir einhvern tíma. Þeir eru verið að móti samningnum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélaginu að við segjum upp að það sé ekki vænlegt. Þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki, miðflokkurinn, hann bara móti þessum. Þótt hann leggið ekki til að við að ganga út úr honum. Ég held að umræðan eftir að harðna, sko, ef að já sigrar með litlum mun, að þá segjum þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið. Eðlilega. Já, eðlilega, já. Og það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir atkvæðagreiðsluna. Já, harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri en það ekki til að harðari. Þá sleðin farin á stað, sko. Já, en þá þurfum við náttúrulega að fara með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök þætti sem að þetta felur í sér. Ræða dúfurnar og refinn og lundan. En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn til þess eru refinnir skornir og segja þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum bera ánuna í dag, sko. Það var einhverjum daginn sem að bara, já, það verður bara þá allt gegnum sísta umræðinni bara marga mánuði og ár en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir. Ég meina BSRB tók virkan þátt í því og alls konar almannaheilla samtök og verkalýðshreyfingin öll og mikil tími sem fór í samningaviðræður. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma, þetta er ekki þess virði, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilju og það er þetta stóra spurningin, þú veist, þannig að þú getur ekki bara hendið niður á þauru. Þetta er þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri. Ég myndi svona gíska á það væri kannski bara 15% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkar öllum helstu vandamálum. Ég held að það sé ekki stærri. Mér finnst það líka hluta þessu svarthvíta liði. Er þetta alls töfralausn eða myndi bara gera Ísland bara að fara aftur marga áratugi? Ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væru ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væru ákafir þjóðurnir sinnar og höfnuðu ESB. Þannig að milli er svæði þar sem að fólk lítur á þetta, ég meina þetta getur við lifað og getur lífið hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, hugsaðu þannig. Og ég, að því þú varst að tala hvort að umræða myndi harðna fram að kjördegi, ég held hún ekki eftir að gera það. Ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú er bara komið tími að þú þagnir, því að nú verðum við að beina orðræðunni að þeim sem eru kannski. Og þú vinnur engan yfir með djöfulgangnum. Þú ert bara að sannfæra þinn eigin hóp, þú ert að tala inn í þinn eigin hóp. Þannig að ef það er eitthvað klókindi í kosningabaráttunni, þá myndi ég frekar halda að umræðan yrði svona dempaðri. Það er lengri í það bara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna er að byrtast 50 milljarðar á árinni í ESB sem það bara kjaftaði og annað þeimtur að það verður svona slagvola glamur eitthvað á auglýsingarsviðinu fremur en umræðinni. Þannig hafa þingkostningar þróast á Íslandi. Þetta er að verða, þá kemur svona þegar að líða kostningu, þá flytjast flest umræðan úr fréttum og umræðaþáttum yfir í auglýsingatíma. Já, ég var að tala, ég var eina 16 ára sem auðvitað ekki komið með kosningarétt en hún segir ég fæ bara nei. Hún bara heyrir ekkert frá jáhliðinni eða neinum öðrum sem er kannski eitthvað svona að velta fyrir sér einhverju. En það er líka áhuga svona hvað besti fólk, er ekki yngsta fólki og elsta sem er jákvæðast, er að mynda rétt. Þannig að þú veist, það verður líka áhugavert hvernig þau satsa, þú veist, búa bara allir í mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana. Það er líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinbert með því sem Öse var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, nei, megin. Og maður heyrir náttúrulega allskyns tölum fleygt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðugt að sjá það. Af því að svona tilfinningi sem maður fær er að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem er já eða nei og væri bara mjög, held ég, gott inn í umræðina. Þekkir skýring á því hvernig á þessu stendur? Mér finnst þetta stórmerkjöld og finnst þetta ræðilega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalskylda á þessu budgeti sem fer í þessar reyfingar.
við Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona hluta. af því bara Þú ekki það er hugsað annað með það. stjórnmálaflokka, en þetta er bara samtök sem eru bara mynduð utan eitthvað. Það mætti setja í tiltekið lög að málefni. það kæmi verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði. Já, Það er engin vend að til setja þau dæmis. lög. Ég held að þessu næstu því í Bandaríkjunum. Já, Þetta það er var- alltaf, það kemur alltaf fram, það er rétt. Já, Hver borgar. Já. Það er eiginlega kurteis í almennum umræðum að ef þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgar hana. já. Sammála því. Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem er sagt að með því að gangin í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar? Já, ég er nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina það er bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því. Ég meina utanríkisstefna Spánar er ekki svo sama og utanríkisstefna Danmerkur er. Þannig að það er náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það er eiginlega bara einfalt svarið. En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Ég held Það sem að forseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta er þá okkar í nafni sem það er gert. Já, og ég held að Því var þarna... mótmælt afturlega sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir, þú veist, horfðu að þið alltaf tala og ESB er stíðu þjóðamorð, það er alltaf bara rámt, skilur, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og, þú veist, heiminn að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra, annars vegar og síðan Þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að Gaza. En þannig það er bara staðrind. Það eru staðarendir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi, ef við tökum þetta næsta skref, viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til þess að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það er líka svona partur sem minnst alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðina. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur í okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað það þannig, eða einhvers konar samtrygging og möguleika á að vera með í stærri klúbb gagnvart þeim ógnum sem að okkur steðja og ég er ekki að tala að við séum að fara að taka á móti einhverjum árásar herinn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem aðstæðja sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru ræddar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu. Og ósýnilegar kannski. Algjörlega er bara En öryggismálin hafa tengst inn í þetta, meðal annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurft að taka upp herskyldu. Það er náttúrulega líka rámt, sko, þannig að það er líka einfalda svarið. Það er að fara með umræðan að þanga. En ég myndi, þú veist, þegar við erum að tala um kollega í Norðurlöndunum í verku að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin er bara já út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur og við bara nei, það er enda mjög lítil umræðan það hér og þú veist, og þá verður alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópssamtök opinberra starfsmanna og bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta er það mikil umræða á öllum hinnum Norðurlöndunum eins og núna þá er Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis- og varnarmál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttarfélög að fara að gera þegar það kemur til stríðis, af því að Finnarnir eru að tala þannig, Svíarnir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það er ekki hvenær heldur þegar. Einu sem að finnur er náttúrulega bara Norðmenn voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja fúst hvað er að gerast svona, en hinn löndin eru öll bara eru þið ekki örugglega að koma inn. Þannig að þetta er svona áhugavert að og einhvers staðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert. Hægri flokkurinn, hann vill fara í ESB.
En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál og svona pólitísku forsendum. Það var aldrei komið upp í kosningu sem ég veit ekki hvenær. Muni eitthvað eftir því að það hefði verið, var það rætt í síðustu kosningu? Marið land 74. Mögulega, já. Ég held að það sé einu kosningarnar sem þessast nýjustu kosningarnar sem snerust að einhverju leyti utanríkismál. Það voru við 10 og 12 ára þegar. En það er líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líka í Bandaríkjunum. Það er ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga. Það er bara ekki, virðist ekki koma upp. Það er ákveðið andvarleysi þarna, andvarleysi við segja 10 kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum þetta, sinnuleysi, andvarleysi, svo andáttur eða hvað. Mér finnst þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við Grænlandsmálið og Trump áhugan þar og það dæma allt saman. Mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákvæmlega. Þetta sé einhvern veginn ekki, þetta er bara þeirra, þetta er þarna mál sem bara grænlendingan kemur okkur ekki við. En íslenskur almenningur, sko, íslenskur almenningur, svona, þetta með Grænlandsmálið, ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið af þessu allan. Nei. En ég skil, fólk tekur afstöðu til þessu og hefur virkilega skoðun á því, en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka nótis af, ég verð ekki mikið varðið það. En það er þetta ekki dýninu svona minninins, það er ekki amma eða afi eða langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta er búið að rifja upp hérna, þú veist, Ísland nánast statt í lukkupottin í seinni heimsstyrjöld, eða skilji, þú veist, þetta hlýtur ómeðvitað áhrif á mjög marga. En það er mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í vari, eru þetta því miður svolítið, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann. Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna inn varðandi að eitt er að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku, en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð. Við getum ekki neita því. Það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp þar. Svo umræða finnur bara engan farveg á Íslandi. Nei, það verðist ekki vera. Hvernig verður ætlar að tala um þetta? Því að þeir sem til dæmis eru í ríkisstjórn og þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmálum. Og hvað ætlar þá að segja að það er til Grænland? Þetta er eiginlega eins og það eftir að grafa farveginn sem þessu umræða getur farið í. Sko það sem að menn á að komast upp með það, íta þessum mál út af borðinu með því að segja utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hornsteinar í íslenskri öryggisvarnarmálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin, punktur búið, basta, þeir eru ekki að ræða þetta frekar. Og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústað, maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisvarnarstjóðunni í München held í mars í fyrra. Það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við. Það sem hann fyrir í pontu og segir, já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar. Þið getur ekki stóla á það. Samt segja íslenski stjórnmálamenn, NATO er aldrei staðið sterkar. Já, fyrir ekki þetta var bara verið að rústa NATO-samningum, hann bara dóð þarna, puðraði upp fyrir fram alla. Það var enginn sem var, svo var þetta vissulega endurtekið af Trump með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan. Þannig að sko, þetta er búið. Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að það er bara kolrant NATO er eiginlega búið nema NATO sé að verða evrópskara sem er náttúrulega partur af því en sem er náttúrulega ekki NATO sko. Nei, ok sem er bara það er þetta skamstofa það sko en ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það er einhver logið það veit ég að þú veist það er alveg rosalega mikið samtali í gangi og það er alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það er uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn, það er alveg á hreinu. Þannig að ég skil alveg en það fer ekkert alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta er komið á efri pólitískan level þá er þetta náttúrulega, hvað getur þú sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki áfram. En að því að Sonja, þú ert að tala um að þú hittir norræna kollega þína. Þá er náttúrulega mat á öryggishagsmunum Finna og Íslendinga eru bara ekki sambarleg. Sko. Nei. Því að og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar
að það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat Finna og reka það frá Íslandi. Því að við... Það er enginn að halda því. Það er enginn sem að halda því fram að sko Rússar sig að fara að koma og taka Ísland. Ja. Og það vita allir að við erum á skilgrindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef einhver reynir að komast hér til áhrifa. Þannig að við getum raunverulega verið að tala um það hvort að sjálfstæð okkar sé ekki raunverulega takmarkað því leyti. Þannig að umræðin öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltana, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það, bara aðalógnin er við Rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það er bara ekki þannig á Íslandi. Nei. Og svo er líka það er náttúrulega mjög hætt við þetta sé bara hálfgerð hræðslu áróður, en það er samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki, ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að gera þetta. Þannig að ég meina ástæðan fyrir að, eins og margótt búið að segja, af hverju var Evrópusambandið stofnað. Það var auðvitað bara í kjölfari heimsstyrjalda til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlaðandi og hljómar og byggist það fyrst og fremst á viðskiptasamböndum. Og þá er líka alltaf já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð, en þetta er bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við getum verið að tapa á því, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við getum líka verið að græða á því. En mér finnst það ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryggingu með, að varðar öryggismálin. Ég heldur að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostingum. Svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetja Ísland? Ég held að sé þannig. Þannig eins og í þingkosningum tekur fólk oftast bara afstöðu út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag. Og það er ekki, til dæmis að við komum fram í kosningarannsóknum, það er eiginlega aldrei nein hreyfing á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendur svona, það er 50-50, sem það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi, ég held að sé ekki fólk komið með reiknivélina og græði ég eða græði ekki. Ég myndi, ef svínabondi, þessi 3 svínafyrirtæki, ég geti trú að þeir myndu segja nei, vegna þess að þau myndu líklega, þau fyrirtæki myndu hverfa ef að göngum í ESB. En ég er alltaf smá hrædd af því það er bara líka svo mikil einstaklingshyggja og við erum svo horfin frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margra Íslendinga lengur hvað áhrif samtryggingin hefur og samstæðan að þá finnst mér þetta oft fara í til þess að einfalda þetta, hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða. Já, mér finnst það. Eins og það ætlar að tellja þetta krónu fyrir krónu. Ég er að segja að það er líka fólk sem er bara hlusta okkur, sér okkur ekki. Ég ætla svona í miðjum þætti, eða miðjum samtali, Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, Pía Elisabeth Hansson, forstofnandi Þjóðmálastofnunar og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Og svo sitjum við bræðurnir hérna. Og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús, ég skal ekki trufla umræðina meira. Já. En hvar voru við? Af hverjum tók jórðið? En Sonja. Ég get svo rætt annað líka, það er ekki það. Til dæmis kjarasamningar sem eru í uppnámi. Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn í þessu umræðum að það þurfa að gjörbreyta íslenska kjarasamningsmódelinu eða við myndum fara inn í ESB sem er ránt. Já, þú varst að segja okkur það, áður við byrjuðum. Já, ég var að taka það. Já, til dæmis, já og hitt líka, það er alveg mál. Ég var með fyrir formann BSRB ég satt í sama stól og þú. Já. Og hann héldi fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir betri kjörum. Það er náttúrulega pólitísk afstaða, en ég minna í grunninn sem ég var að nefna á það, nánast öllu vinnuréttarlöggjöfin er komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuverndarmálum og hún fannst þetta bara, ég minna öll vinnuverndarlöggjöfin er þaðan og þá vorum við að við vorum með hvíldarlögin og svo vorum við reynda með lög 1980 sem voru bara mjög svona fáorðuð en svo er bara öll löggjöfin þarna undir og maður getur, litið eiginlega bara hvers sem er í þessum efnum. Þegar maður tala um kjarasamningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku vegna inngöngu í Evrópusambandið. Þetta er alltaf þetta þríhliða samtal
og yfirleitt bara milli samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módul vilt hafa og svo að því við byggjum á þessum norrænu velferðarmódulum þar sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað til þess að liðka fyrir gerð kjarasamninga og byggjundu velferðina að þá eru þau hluta af þessu samtali. Þannig að það þyrfti alltaf að vera. Þetta er auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjarasamningsmódulinu og ekki það að við erum það alveg líka, við erum ekki alls sammála um hvernig við gera það, en sko það að ganga mögulega í Evrópusambandi, það mun ekkert eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það. Þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega, við sem ekki bara að plokka eða svona cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinnum módulunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo heyrir maður mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já, sko vaxtastig verður betra en launin verða miklu lægri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódulinu, segjum sem svo að vextirnir lækki, að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði. Þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lægri og bara að séu minni sveiflur í hagkerfinu, þá erum við þetta semjum lægri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar er ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn. En svo reyndar og því það kom líka fram í þætti ykkar fyrir viku síðan að því að stöðugt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei þessari verðbólgu séu háa launahækkanir. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn var að koma nýja skýrslu sem var að benda á að það væri ekki ástæðan. Við höfum fengið margar 11% af ástæðunni. Já, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaðan. Það er ekki ástæða verðbólgunnar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni. Ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullið meðalin, hún hefur haldist stöðug. Þú veist, það er þó allavega árangur. Sko, þegar maður hlustar á okkur, þá er næstu eins og því sem halda því fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki skiptir umlega litlu máli. Já, það skiptir engu máli, öryggismálum, engu máli, kjaramálum. Nei, það er lundin sem er eiginlega málið. Lundin er málið. Nei, sko, ég er aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta sagt að hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekkert sagt að alveg afið á hvort að ég sé hlutur aðild, það að segja. Það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að henni kemur sko. Og það snýr að mínum hugðuréttum meðal sem tjáningarfrelsismálum, persónuverndarmálum, það er þrengt þar að, bæði innan Evrópusambandsins með beinum hætti og þó alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna. Og það er áhyggjuefni. Í mínu huga er það líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið. Er það einhvert Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annað í þeimdur? Það er bara eitthvað sem við verðum að skoða. En svo pífana sem nefna þarna og það er aldrei sem að við sem ég kannski var að nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konur náttúrulega Vákvæði var glöð með þetta, takk. Nei, ég alveg tala. Það hefur ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð og óvissan er gríðarleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð 1, 2 og 3 og allar grundvöldur okkar efnahagskerfi er í allt í einu er ógnað. Þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pínlítið svona er það ekki skynsamlegt að minnst ákosti hafa valkostina fleiri en færri? Er það ekki ábyrgðarleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur?
fattið með alveg að skoðana þessari nálgun en hún er einhvern veginn svona en ég er ekki alveg sammálaður ég held að þetta sé ábúrslega mikilvægt mál og við erum að nálgast það af alvöru. En ef við hugsaum ræðina sem varst með, hún hefði geta endað þess vegna ef að gangi í Evrópusambandið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusambandsins. Þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastríði. Þess vegna sé það betra fyrir okkur að vera utan. Þetta er bara spurning, alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár. Ekki það? Þess við að skoða. Það er það sem ég er að setja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni. Þráttur að alla þessa varnagla fyrirvara og frekar svona, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hérna kraumandi, að maður tala ekki það, að því að það verður að tala þú veist, nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullt af mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku í gegn. Hvernig að stoppa það? Að það hreinlega bankja upp á hjá okkur á þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Er það nokkuð? Nei. Þannig að það mun koma. Þú ert farið til Brussel að berjast gegn óheilla þróun Evrópusambandsins. Sko við eigum alltaf svo öfluga stjórnmálamenn. Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta Við eigum það í alvöru tala. Sko ef það er eitthvað sem að Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsóknarelement og það er þá meira hróseldur en hitt að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér finnst alltaf dapurt að þjóðin tölur niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn. Sko það finnst mér vera eiginlega vera að tala þjóðina niður. Við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermóskufull og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis Bretan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á, strákar. Þannig að auðvitað munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er alltaf spurning samning og annað í þindur en sko ég held að sé margt til í þessu sko. Ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fint, nákvæmlega það. Allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismenn í Washington, þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir hefðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendinga. Og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki, en þetta myndi mig á það þegar þú varst að segja þetta. Og hitt er síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðanir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins. Það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki. Þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið. Var ekki það sem Kanni sagði, ég held það. Já. Það stundum verið svona grínast með að sko stéttarfélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evrópska löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrópsku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæði þetta í lobbyisma og hafa áhrif. Þannig að það er líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér finnst líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum af litla mannurinn minna gæsalappa sem hefur náð stórsigurunum og maður sér bara líka það er ekkert enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim svona að þau nái sem mest í gegn sko. Þannig að mér finnst að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu það er sérstu kúnst fyrir smáríkið að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma. Þú þurfum möldu á þann, ég var að skoða með möldu einmitt út af fuglunum, svo fór ég að skoða við þar. Malta náði bara býsna góðum. Þar voru maltverjar, þetta er það ekki klofnir í herðar niður, en hafa aldrei ekki séð eftir aðeins og við ættum kannski meira að horfa til fordæma Eiríkisins og Möldu og annara sem hafa farið inn í þennan
fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held. Þannig að við erum kannski svona meiri sérstöð heldur margar aðrar þjóðir, við erum ekki inn í sem meginlandi Evrópu og fiskveiðar og svoleiðis, við erum svona fjarri Evrópu með það. En það er líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala um Færeyjar, við erum að tala um Grænland, við erum að tala um Ísland og við erum að tala um Noreg. Og þá erum við að tala um þetta vestnorræna svæði og við erum að tala um fiskveiði. Auðvitað erum við að tala um það, við erum að tala um auðlindir. En þessar þjóðir ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar og ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við. Það er nefnilega málið. Og líka, auðvitað er þetta landfræðilega. Auðvitað er þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við göttuna líku við sem er í öðru landi. Ég meina við erum með öðruvísi afstöðu til hluta af því að við erum meiriki. Svo erum við íslenska sjávarútvegshagsmunum sem eru náttúrulega komin djúpt inn í Evrópusambandið með dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka. Þannig að það er eitt sem við verðum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggissjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að fréttaskýringar og fréttir í evrópskum miðlum mögulega aðildarumsókn. Það snýst eiginlega alltaf öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands er ekki nein þannig að það er eðlilegt að þjóðir horfa upp fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og það hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inni líka að þau vilja ýta eftir því að Noregur komi inn út af olíuauðlundum og fleiru þar að það veri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að ná samningum? Varðið sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávarútveg. Það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum. Haldið þið að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum. En það er gruna það að Evrópa innan Evrópusambandsins sé fólk sem sér fyrir sér að ná Íslandinn og Noregi og svo ég bara Kanada og Ég held að það sé ekki bara þessi öryggistafaktor sem að skapar ákveði jákvæð afstöðu gagnvart umsókn en líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir það er að segja ákveðin mannúðarsjónarmið velferð þar áherslur og annað í þeim túr að við förum inn í það mengi. Já, til þess að hafa meira jafnvægi í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur umverulega mist eins og Bretland og er ekki með Noreg og kannski nefnir einhver Ísland í því samhengi að það sé orðið ójafnvægi það væri gott að fá norður-evrópskar þjóðir inn til þess að halda betri jafnvægi í Evrópusambandinu. Þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, það gerir það og auðvitað ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumönnum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi er eins og það er og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá í þessa hluti. Þannig að það held ég. Síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgja í kjölfar einhverja annara eða hvort að við ættum að vera fyrst. Ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa Norðmenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það er bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáiði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað er alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað er það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noregur fyrir út, þá er það búið. En það var Noregur einn eftir, þannig að það gengur aldrei yfir. Það er ennþá, þannig að það er meiri hluti í Noregi gegn aðild, en andstaðan hefur minnkað. Það held ég sé fyrst og fremst út af öryggissjónarmiðum og breyttri stöðu Evrópu. Ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýki ekki miklu til í Noregi, ég held ekki. En þetta getur verið ógn við EES-samningin, ég held að það sé stórt mál.
Já, þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það. Jú, einhverju stjórnmálamenn nú að En það má sjá það í könnunum að kannski það sem var 30% fylgjandi aðild komið svona nálægt 40 núna. Út af Rússlandi röfulega. Já, ég held að þetta sé að byrja að malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist, það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru að fara á stað núna út af öryggismálum. Og þetta það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúist allt þetta. Og í framhaldi af því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðinu, þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum, þetta eru meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskoranir í varnar- og öryggismálum. Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum. Og við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örugg? Og ég get svo sem ekki lagt mat á það öðruvís og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina. En þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvís en við, hafandi her og þannig hugsunahátt. En þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður er spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því. Af hverju hefum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar? Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrendur? Ef að niðurstaðan verður nei, hver er þá staða ríkisstjórnarinnar og kannski sérstaklega Viðreisnar og Þorgerðar Katrínar? Ert þú ekki stjórnmálafræðingur, Bía? Er þú líka kannski Kristinn? Ég meiri alþjóða stjórnmálunum, ég vísa á Kristinn. Punga bara á því sem kannski þarf hún eitthvað að verða slæmið þetta? Það er náttúrulega og leggur Cameron er dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðina og tapaði þess að sér. Já, mér var það alltaf annað på teiningnum þar sem að hann sennilega lagði muni rétt með Cameron, hann lagði allt undir í því og setti svona sér að veði. Þetta er eitt af megin áherslu málum einn stjórnarflokksins og tveggja á nokkru leyti. Mér veist þetta ekki vera fá tilefni til stjórnarslít, en ekki alltaf það. Þetta vera að krafa það, ég er ekki svona viss það. Þessir stjórnmála leiðtogar hafa dálítið haldið sér til hlés í þessu. Ef 49% þjóðurinn sé sammálaði, það var bara það er ekki bara þetta er svona vinsældarkosning ríkisstjórnina. Hún fengi kannski bara 48%. Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík, verið að fá 49,9%. Þannig að sömulegt eru stjórnmál líka þannig að þú veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og ef þú færð hann ekki, þá er eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við. Til að svo krafa munu koma fram frá stjórnarstöðinni. En ég held samt, Viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en Samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu í þessum málum öllum, verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem er jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennilega inn í þetta samtal, held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast að einhver leita því að Samfylkingin hefur áhyggjur af því, ef það kæmi nei út úr þessu, að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin, því að auðvitað var þetta þeirra mál á sín tíma. Það er bara ekkert áinn í umræðinu fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum, Alistair Campbell, Restis Politics og það er bara hálfum mánuð síðan. En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru með lengra stofnarminni þessu en ég, að þá er stuðningu við ríkisstjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með 50%, en það ekki. Það vil ekki verið langt fyrir neðan það ég alveg frá hruni. Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kosninga og hefðu sagt bara nú erum við komin sem ríkisstjórn og þetta er það eina sem við ætlum að einbenda okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu, en mér finnst þetta ekki þess eðlis. Ég held það líka. Hvað þeir sem að segja já,
að þeir fara agnúast út í sko, stjórnarflokkana, þetta 50-50, það helmingur þjóðarna þá sammála. Þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona naumt á munum, og þá verður það líka eftir kosningarnar. Og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessa spurningu, veist, að 50% vilji taka þetta samtal. Já, það náttúrulega svolítið svona, þetta eins og í Bandaríkjunum, ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar að við ætlum ekki að segja nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það, saman fyrir 2 árum. Yeah. Og það mér finnst það alltaf sko sólid afstaða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur þjóðaratkvæðagreiðslan tapast eins og í Noregi. En ekki sá tími bara til miður smá búinn og þessi var að ræða í upphafi. Við erum bara 50-50. Já, bara vonin væri að verðum samhendur og myndum ekkert. Nei, ég meina, við nefndum allt. Við erum bara kjósa það bara mjög tæft, sko. Náðum meira hluti við allt. Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo? Já, en var ekki líka klofið þjóðríkningum með EES-samningin? Við erum að kjósa hvort að ég halda. Við erum að taka afstöð til hvort það er Evrópusambandinu eða ekki. Nei, það allt breyst sko þegar að samningur liggur fyrir. Við erum ekki að kjósa samning. Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það. Var ekki klofið þjóð líka í kringum með EES-samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma honum. Vigdís hafnaði. Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun stjórnarskrá og það var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs tillögu þeirra en stjórnvöld tóku ekki mark á því. Það er rétt. Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan og enginn hefur tekið þetta upp. Þannig að það er bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn. Já, það er það. Já, hvað segir þið? Er þetta voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem að bíða eftir einhverju nýju frá okkur? Nei, við erum búin að vera tæpa klukkustund. Já, þetta er það búið að fara hansi vítt við sviðið. Gunnar Smári ætlar að halda hérna áfram og eftir með ESB-umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru koma úr Evrópuhreyfingunni. Já. Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir. Og okkur datt í huga að hafa þetta svona að fá ungt fólk á borðinu, þið kannið svolítið við umræðinni að gamlir kallar eins og við Kristín að ég ekki að vera að blanda okkur inn í umræðina af því þetta snýst við framtíð unga fólks þannig ég ætla að gera svo tilraun á því hvort að umræða ESB væri með einhverju öðru lagi ef maður fær yngra fólk á borðinu. Fagna því að sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur að því ég nú kalla elstur þá ætla ég að kveðja ykkur en Kristín, Pía og Sonja þakka ykkur kærlega fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri.
en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is